Eftir að við fórum yfir HTML þá dæmdum við okkur í CSS og eittum nú aðeins lengri tíma þar. En CSS þetta útlitið, andlitið á HTML-inu, hvernig við notum og birtum stíla og látum hlutina líta út eins og við viljum. Oft samkvæmt einhverjum hönnunum og þeir náttúrulega fengu að vinna í hönnunarskjali sem að listi í raun og reyndi á ykkar CSS og hugsanlega kendi ykkur vonandi CSS. En CSS Cascading Style Sheets og hugsað sem mál. Það í raun hægt að segja að CSS sé forritunarmál, sé Turing Complete forritunarmál, en það ekki hugsað þannig. Heldur að hugsað sem í raun mál til þess að lýsa útliti eða framsetningu á útliti í skjali sem skrifuð í einhverju markup language og þá það HTML, XHTML, XML og src. Og það sérstaklega hannað með það að markmiði að aðskilja efni frá útliti. Þannig að við í raun skilgreinum efnið okkar með merkingafræði í HTML-inu okkar og skilgreinum síðan útlitið óháð merkingar, eða sem sagt ekki óháð, þetta í grunninn aldrei óháð, en efnið getur staðið sér og CSS lyftir því upp og gefur því útlit. Við tengjum við HTML með því að nota CSS skrár eða með því að nota style block í HTML skjalinu og getum þá sett CSS okkar innan þess, eða við getum sett style attribute á element og það eitthvað sem við ættum alls ekki að nota almennt, heldur aðeins að vel athuguðu máli og í raun að vera þá með eitthvað plan. Við sáum til dæmis dæmi það þegar við erum að reyna að animata hluti og erum að uppfæra kannski staðsetninguna með transform, þess að við erum að translate eitthvað eftir x eða y nás, og þá erum við stanslegt að gera það í gegnum style attributið, af því að það mekkar ekki sens að vera að gera CSS sem síðan lesið og passað á browserunum, heldur þetta í raun sett þarna inn, því einfaldlega það þægilegast á öllum köntum, en almennt ættum við ekki að setja útlitið okkar inn í style attribute. En þegar við skrifum og vinnum með CSS, þá CSS einfalt, en það ekki auðvelt. Við skilgreinum selektorinn okkar og selektor í raun strengur sem lýsir því hvaða element við viljum í HTML-inu okkur að taki við reglusettunum sem við tengjum við selektorina, og við getum tengt selektorina saman og það eru 4 mismunandi gerðir af samtengingum og það eru 6 tegundir af selektorum. Við erum með type selektorinn sem þá heitið á elementinu í HTML. Við erum með universal selektorinn sem þá öll element og þá notaður sem bara stjarna. Við erum með attribute selektor sem velur elementi eftir attribute og innihaldi sem við höfum ekki notað mikið og yfirleitt svona minna notaður en type selektor og svo class selektor. En class selektor velur sérstaklega eftir class attributinu og notar þá punkt til þess að finna class name eða það sem sett inn í class attributið í HTML-inu okkar. Síðan höfum við ID selektor sem enn minna notaður, eða hann mikið notaður en við ættum ekki mikið að nota hann. Hann velur eftir ID, en út af því að ID einstakt á síðu, þá það að nota ID selektorinn í raun sjálfgefið að gera CSS okkar minna endurnýtanlegt. Síðan höfum við gerviklassa eða pseudo-classes sem velur hluti sem ekki hægt að velja með hinum, og þá getur það verið eins og hover state eða fyrsta lína eða fyrsti stafur. Síðan höfum við yfirlýsingar sem reglusettið okkar samanstendur af, og hver yfirlýsing í raun eitthvað eitt ákveðið eigindi og svo eitthvað gildi sem því eigindi gefið. Það eru afskaplega mörg eigindi og þau skiptast í mismunandi flokka, svo sem flexbox eða position í visual formatting módelinu, box módelinu, og þau eru gífurlega mörg, en það eru færri gildi sem eru möguleg. En gildin í CSS eru strengir, url, litir og tölur. Og tölur eru þá yfirleitt lengdir eins og við sjáum eftir, og litir eru svona stór partur en við höfum mismunandi leið til að skilgreina þá. Stundum notum við url, en ekkert það oft, og strengir svona einhver leyti, oftast eru þá strengir það sem við erum að skilgreina einhver lykilorð.
En lengdir skiptast í nokkra hópa. Við getum verið með nákvæmar einingar og við getum verið með hlutfallslegar einingar. Og síðan getum við haft auto sem leyfir vafra að reikna út frá sínum skilgreiningum hversu stór eða hversu langt eða hversu breið að há einhver ákveðin einhver lengd á að vera. Hlutfallslegar einingar skiptast síðan í tvennt og þær eru letur hlutfallslegar einingar eða font relative lengths og skjáprósentu einingar eða viewport percentage lengths. Letur hlutfallslegar einingar eru svolítið skrítið fyrirbæri en þær horfa á font size eigindi elementsins og skilgreina út frá því í raun hversu stór eða lítill eða bara stærðina sjálfa. Þarna notum við EM eða REM eigindið. EM notar í raun font size eigindið á elementinu sjálfu sem við erum að vinna innan en REM fer í grunninn í rótar font size eigindið sem þá yfirleitt HTML eða body eftir hvernig við skilgreinum það. Í grunninn í öllum vefrum 1 EM 16 pixlar en ef við setjum font size á HTML þá breytum við þeirri einingu og getum þá í raun unni með þetta hlutfallslega. Þannig að við getum stækkað eða minnkað og allt stækkað eða minnkað hlutfallslega sem notar þessar einingar. Síðan eru skjáprósentu einingarnar sem eru þá hlutfallslegar við stærð viewportsins sem þá í raun sjáanlegt pláss í vafranum sem við erum að nota. Og við höfum vaff tvöfalt vaff sem þá eining á breiddina og vaff há sem eining á hæðina. Og báðar eru frá 0 og upp í 100 og eru þá í raun 100 verandi öll breiddina hæðin og 0 engin. Eftir að við vorum búin að skoða þessa grunn hvernig við veljum og skilgreinum gildin þá erum við að fara að skoða hvernig við setjum upp vefinn okkar og hvað úr hverju samanstendur CSS og CSS samanstendur úr bara rétthyrndum boxum fyrir eiginlega bara allt saman og boxmodeli lýsir því hvernig þau eru mynduð og við höfum margin, border, padding og síðan hæð og breidd á efninu sjálfu. Við höfum síðan margar leiðir til að skilgreina og eiga við þetta. Margin, þá höfum við getum við með jákvæðar og neikvæðar lengdir. Við getum skilgreint öll eða mismunandi í einu. Við getum notað vinstri og hægri margin sem auto til að miðja element. Við getum sett borderið, þá getum við skilgreint breidd, stíl og lit og við getum síðan skilgreint padding sem þá í raun hversu mikið efni getur andað innan boxins sjálfs. Það getur ekki fengið á sig neikvætt gildi og í raun tekur á sig sama bakgrunn og elementi sjálft. Og síðan höfum við í raun breidd og hæð á boxinu sjálfu. Og þarna ættum við aldrei að setja hæð á boxin ef við höfum einhverja mjög góða ástæðu fyrir því. Út af því að vefurinn vill í raun mikið, hann vill flæða niður. Hann vill í raun að eftir því sem lárétt pláss minnkar, þá eykst lóðrétt hæð vefsins. Og það er það sem við skoðum síðan í skalalegu vefhönninni. Við höfum þá í raun síðan bara leið sem í raun bara að leggja saman allar þessar tölur bæði á lóðrétta og lárétta ásinn til þess að komast að hversu stórt boxið í raun og veru. En síðan höfum við líka þessan möguleika að breyta þessum útreikning með box sizing eigindinu sem getur þá leyft okkur að sleppa því að horfa á border og padding til þess að við getur auðveldað okkur mikið að vinna með hluti og þá sérstaklega þegar við erum að vinna með það innan grindur eða grids. Þegar vafrinn síðan er búin og við erum búin að búa til og velja fyrir elementin okkar hvernig þau eiga að líta út og hvað í raun hvað eigið þau eru að taka, hvort sem það er flexbox eða eitthvað, þá geta komið upp staðir þar sem við erum í raun að skilgreina sama eigindið með mismunandi gildi og á sama elementinu þarf að segja. Og þá er í raun ákveðin leið fyrir vafran til þess að finna út úr því hvaða gildi eigi að nota og það er í gegnum specificity og gegnum cascade. En specificity er í raun tala sem er skilgreind eftir því hvernig selektoráturnar okkar eru skrifaðir og það er ákveðin regla hérna sem að fer eftir í raun hvernig style attribútur nota, ID selektorar, attribút og gerviklass selektora, elementa og gerfi elementa
og síðan er skeytt þessu saman og síðan kemur flowðið eða cascadeið og raðar upp eigendunum og þá öllum eigendunum út frá reglu og þá er eitthvað frá user agentunum sem er vafrinn sjálfur, frá notanda sem er einhver sem er að nota vafran og síðan frá höfundi sem er þá við sem vefforrit er að setja í vefinn. Þessu síðan raðað upp eftir þessum reglum og sértæknin kemur þarna inn næst seinust og hún er það sem í raun ræður því yfirleitt hvernig í raun og hvaða eigindi eða hvaða gildi hvaða eigindi tekur. Og síðan er í raun ef að sama eigindi hefur sama sértæknigild þá er í raun seinna skilgreint sem fær forgang. Þannig að þetta þýðir að það skiptir í raun ekki máli hvernig í hvaða röð klassattribútin okkar eru. Það skiptir í raun bara röð hver sértæknigildið þeir eru og síðan ef þau eru þau sömu, hvenær eru skilgreind í skjalinu. Þannig að hvernig við skilgreinum í HTML-inu hefur engar áhrif. Þetta er allt saman út frá því hvernig sértæknin er reiknuð. Og þarna kemur inn í síðan þetta important sem við höfum notað og séð og viljum sem minnst nota út af því að það ruglar í því hvernig sértæknin virkar og ruglar þá í því hvernig við hugsum í hvaða röð og hvernig CSS er applyað á elementin okkar. Síðan eru þessir stílar sem koma frá user agentunum, frá vafranum yfirleitt sem að gefa okkur ákveðin grunn sem er þá til dæmis að setja einhvern ákveðin margin eða padding á body, setja ákveðin margin eða padding á fyrirsagnir og þess aftar. En með því að nota reset þá getum við sett öll þessi element í ákveðina núllstöðu sem því að við vinnum allt frá henni. Þannig að þá eru munir á milli þessara user agenta eru minni líkur að þau hafi áhrif á okkur og við getum í raun sett box sizing, border box á allt einfaldlega til þess að einfalda fyrir okkur það að skrifa CSS-ið. Síðan höfum við nokkra leiðir til þess að vinna með útlitið á boxunum okkar og þá er visual formatting módelið það sem var lengi vel það eina sem við höfðum og það var þá leiðir til þess að nota display eigindið til þess að skilgreina hvernig blokk og inline virka og hvernig það virka þá með tilliti til eðlilegs flæðis en eðlilegt flæði er í raun hvernig öll element haga sér ef við erum ekki búin að gefa þeim neinn ákveðin önnur leiði til að stýra útliti. Þannig að eðlilegt flæði er það að inline þau flæða saman í raun á lárétta línu og blokkelement þau vilja taka upp allt það pláss lárétt sem þau geta og þau koma og næsta blokkelement kemur alltaf fyrir neðan lóðrétt. En við getum breytt þessu með position, þar sem við getum í raun fært hluti úr þessu eðlilega flæði með því að nota til dæmis position absolute, fixed eða sticky. En við höfum líka position relative sem færir hlutina, sem að reikna hlutina í eðlilegu flæði en færir þá síðan relatíft miðað við hvað eðlilega flæði á síðunni. Síðan höfum við float sem er í raun eitthvað sem við notum afskaplega lítið í dag og viljum þá alltaf nota flexbook í staðinn. Síðan þegar við erum að vinna með þessa staðsetningu með position þá kemur þriðja vitin inn í þar sem við getum lagt í raun box ofan á box og þá getum við notað seta-index til þess að stýra því hvernig þessi röðin fer fram en hún er samt sem aður ekki án allra ókosta því að ef við erum að nota element sem hefur element innan sér sem við viljum einhvern veginn flæði út úr þá erum við bundin í raun alltaf af foreldrinu. Síðan höfum við nokkuð margar leiðir til þess að eiga við hvernig letur og texti birtist með CSS. Við getum ákveðið hvaða grunn leturgerð við viljum nota og þar höfum við veförugga leturgerðir sem eru aðgengilegar á lang flestum tækjum. En síðan höfum við líka leiðir til að sækja okkar eigin letur og bæta því inn í vefinn okkar. Síðan getum við nota font family til þess að skilgreina hvaða leturgerðir á að nota og hvaða element. Og þær getum við skilgreint í röð þar sem við förum í raun frá þeirri leturgerð sem við viljum helst nota yfir þá sem við viljum að sé fallbacki okkar sem er þá yfirleitt einhver veförugg
og jafnvel einhver sans serif eða serif eftir því hvaða fjölskyldu af leturgerðum við viljum vera að nota. Síðan getum við stillt font style, font variant, weight, size, line height, hvernig textur okkar birtist á síðum. Þetta geti hljómað svona trivialt en er í raun algjörlega lykillinn á því að búa til efni sem gott er og þægilegt og bara er læsilegt. Bakgrunninn og liti getum við stjórnað. Við getum stjórnað bakgrunninn með background eigendunum sem hefur mörg svona undir eigindi. Background color, background image, background position, background hitt og þetta. Síðan höfum við 3 leiðir til að skilgreina liti, hex, gildi á lit. Við getum notað RGB og RGBA og svo getum við notað HSL og HSLA. Og þar getum við stjórnað gegnsæi líka á litnum og síðan höfum við progressive enhancement sem er þessi hugmyndafræði það að við séum að nota og krefjast sem minnstu mögulegar tækni til þess að geta uppfyllt verkefni sem verið að vinna í. Þannig ef við viljum birta eitthvað texta á skjá þá HTML nægjanlegt til þess að það virki. CSS síðan progressive enhancement ofan á það og nýrri virkni í CSS progressively ofan á það og svo byggjum við ofan á þetta í lögum þannig að við fáum í raun alltaf meiri og betri upplifun en sem minnstrar virkni krafist í grunninn til þess að hlutinni virki. Þannig að það í raun bara þetta að skrifa áhugavert og skýrt efni, setja upp með aðgengilegu merkingafræði HTML, bæta við grunnútliti, bæta við flóknara útliti með hugsanlega einhverjum nýri CSS-virkni og síðan einhverjum aukinni virkni með JavaScript. En þegar við erum að nota þá þessa nýri virkni í CSS, þá CSS þannig sett upp og villimeðhöndlun í CSS þannig að við getum í raun notað ný eigindi og gildi án þess í raun að brjóta hlutina því að þannig villimeðhöndlunarmódelið í CSS, það mjög svona forgiving. Síðan þegar við þurfum í raun einhverja nýri virkni sem kannski minna við CSS í dag og meira við í JavaScript og við sáum til dæmis með Babel þar sem við erum að nota shim eða polyfill, þá þetta yfirleitt kallað polyfill þar sem við erum að bæta við virkni sem lætur einhverja ákveðin hlut virka í fleiri umhverfum. Þegar við síðan skrifum CSS-ið þá getum við bæði athugað hver stuðningurinn fyrir þá virkni sem við viljum nota og í þeim tilfellum þar sem hún ekki til staðar eða við þurfum að geta stutt hana að búa til, setja inn einhver fallback gildi og síðan að prófa í þeim tækjum sem við viljum vita hvernig CSS okkar virkar og nýtt okkur þannig progressive enhancement. Síðan sáum við ákveðna teknir sem svona nýlegri og flest orðin vel stutt í dag eins og CSS variables, object fit sem við notum til þess að stýra því hvernig innfellt efni fyllt inn í ákveðin element þar sem við getum þá í raun látið þau fylla inn í og líta vel út. Við tókum þó nokkrar æfingar með það. Síðan flexbox leið til þess að í raun stýra hvernig útliti sett upp og þá hvernig við röðum elementum og hvernig við þá í raun skilgreinum flex container og innan þess flex items eða flex children. Og þetta gerum við með display eigindunum með því að gefa því flex gildið og flexbox byggir í raun á þessu því að við erum með þessa 2 ása, main axis og cross axis og skilgreinum síðan í raun hvernig hlutirnir raðast þar á, hvort að þeir flæði í raun eftir main axis eða cross axis eða þar að segja við skilgreinum hvort að cross axis eða main axis sé lóðréttur eða láréttur frá vinstri eða hægri, byrji frá vinstri eða frá hægri og síðan í raun hvernig plássinu dreift á milli itemana og síðan í raun hvernig stærðir skilgreindar með því að nota flex grow, flex ring og flex basis saman í flex eigindinu þar sem við getum stýrt hversu mikið pláss eitthvað ákveðið eigindi vill taka innan forðisins eða innan flex containersins. Síðan kemur þetta allt saman í það að við viljum í raun vera að smíða
skalanlega vefi sem að passa í öllu tæki sem að hugsanlega, vefun okkar geti hugsanlega verið notaðir í núna í dag eða í framtíðinni. Og skalaleg vefhönnun byggir á því í röð að nota sveigjanlegt umbrot byggðu á grind, þess að vera með eitthvað grind sem við erum að leggja hlutinu okkur ofan á. Við erum með sveigjanlegar myndir og miðla, þess að við erum með þær myndir sem við erum með og leggjum inn í þessu grind. Þær eru ekki fastar, heldur eru þær stækka og minnka eftir því sem plássið til staðar, og sama gildir vídeó sem við setjum inn. Og síðan lokum að við notum media queries til þess að stýra hvað gerist á hverju tímapunkti eftir því sem að við höfum meira pláss í vafranum eða minna. Þá gerist eitthvað við útlitið okkar, við látum eitthvað ákveðin part af vefnu okkar taka meira pláss í grindinni eða minna pláss. Allt eftir því hvernig við útfærum það. Þannig að við birtum sama efnið, sama HTML-ið og sömu slóð og aðlögum okkur að því tæki sem að birtast í. Mobile first síðan önnur hugmyndafræði sem bæði svona þegar við erum að setja upp efni, að við byrjum að hugsa hönnun okkar, efnið okkar frá því hvernig kemur það fram í þeim minnstu tæki sem við erum að nota, hvort sem það eitthvað úr eða eitthvað sími, og síðan hugsa við það upp á við í staðan fyrir að byrja hvernig lítur þetta út í stóra fína skjánum og hvernig minnkar þetta síðan niður. En þetta kemur líka síðan til þegar við erum að byggja upp stuðningin okkar við tækin, hvort við byrjum á því að setja upp útlitið frá því hvernig það birtist í litlu tæki og stækkum síðan upp með media queries, eða hvort við byrjum í stærri tækjum og minnkum síðan niður með media queries. Þannig að þá þetta oftast, ef við byrjum mobile first, þá við yfirleitt með min with queries, sem segir frá og með einhverjum punktum, þá breytist útlitið. En ef við gerum þetta hinn, þá við með max with, sem segir til upp að einhverju ákveðinu, þá einhverju reglur taka gildi. Með sveigjanlegri grind þá það að við erum að nota hlutfallsleg gildi og ekki nákvæm. Og síðan skilgreinum við einhverja umgjörð og þá notum við yfirleitt, notum alltaf, max with á þá umgjörð til þess að passa að hún verði ekki stór, og hugsanlega síðan min with til þess að passa upp á að efni verði ekki það lítið að það verði bara ónotæft. Síðan til þess að vafrinn birti þetta allt saman rétt, og þá sérstaklega vafrar í snjalltækjum sem eru með miklu hærri upplausn en í raun físísk stærð þeirra þá þurfum við að setja meta name viewport í HTML okkar til þess að þetta birtist allt saman rétt á öllum tækjum. Síðan getum við látið hluti hreyfast fram og tilbaka á skjánum, og til þess þá notum við transition og animation. En transition í raun það að láta vafran eða user agentin brúa á milli tveggja gilda á einhverjum ákveðnum tíma með einhverju ákveðnu hröðun. Þannig að við segjum breyttu úr hvítum yfir í svartan lit á 300 millisekundum með línulegri hröðun eða ease-in hröðun eða eitthvað svoleiðis. Og þá mun vafurinn sjá það að framkvæma þessa breytingu á milli þessara tveggja gilda á þessum tíma, án þess að við þurfum í raun að vera að reikna eitthvað þarna á milli. Hröðun í raun skilgreind sem ákveðin kurva, en við notum yfirleitt bara lykilorð sem tengjast þá við þessar kurvur til þess í raun bara til einfaldunar. Með animation þá getum við skilgreind svona lykilramma í hreyfingunum okkar, og síðan skilgreind aftur í raun hver hröðunar fallið eða kurvan sem við notum og hver hröðunar tíminn sem þessi animation á að taka hversu lengi hún á að gerast. Síðan þegar við erum að breyta og animata hluti á skjánum okkar og gera þessa hluti sem við erum að láta eitthvað snúast eða fara frá A til B á skjánum, þá viljum við nota í raun bara 2 eigindi, og það transform til þess að færa þau til og gera breytingar í tvívíðu og þrívíðu rúmi, sem nota þá translate, rotate, skew og scale, og með því getum við í raun breytt öllu þessu í raun hversu stór og breið og hvað staðsett og svona leiðis. Af því þessar aðgerðir eru framkvæmdar á GPU-inu en ekki á CPU-inu, sem því að þær eru meira performant, þær taka skemmri tíma
og það er meiri líkur að við fáum ekki þessa junky upplifun. Junky upplifun er þegar að einhver hreyfing tekur það langan tíma að hún í raun gerist hægar en 60 rammar á sekundu eða 30 rammar fyrir eftir í raun hversu hátt refresh rate á skjánum en við viljum alltaf hugsa um þetta 60 rammar á sekundu þessi galdra tala þannig að allt líti út fyrir að vera silki mjúkt. Og til þess að geta gert það þá notum við aðeins opacity og transform þegar við erum að animata og transitiona hluti. Síðan á lokum þá fórum við yfir það hvernig við notum CSS í stærri verkefnum, þá hvernig við erum struktúrum verkefnin okkar, hvernig við struktúrum skjölun okkar og hvernig við notum tól eins og SAS til að hjálpa okkur við það, hvernig við ákveðum hvernig við ætlum að skrifa selektorónum, hvernig við ætlum að ákveða hvaða selektorónum að skrifa, hvernig og þá höfum við notað þess að BEM að einhverju leyti sem er ein leið til að gera þetta sem skilgreinir þá í raun block, element og modifier sem hugtök þar sem við erum í raun að vinna með eitthvað sem er þá hero og svo erum við með hero title, hero background, hero eitthvað og innan þess erum við í raun allt með block og öll undir element eru með þessu underscore og svo höfum við þessa modifiera sem geta sagt okkur þá í raun hafði núna dökkan bakgrunn eða ljósan bakgrunn eða breiðan eða ekki breiðan eða eitthvað slags og að hafa í raun einhverja reglu, sama hvað hún bara ákveða einhverja reglu lykilatriði þegar við erum að vinna CSS í stærri verkefnum. En þetta var svo CSS og við erum núna búin á rétt svo aðeins yfir tíma að fara yfir helming námskeiðsins. Þannig að tökum okkur núna pásu til 5 mínútur í og höldum þetta áfram með tól og JavaScript.